Á mánudaginn var ég með félögum mínum í skólanum og í staðinn fyrir að læra vorum við að gera eitthvað miklu mikilvægara og merkilegra. Við vorum að skoða Facebooki hjá Alibaba, sýrlenska shawarma-staðnum í Reykjavík. Á meðan ég var að skrolla gegnum Facebook var ég svolítið svangur, þannig að ég hugmynd. Ég spurði Alibaba hvort þið getur sendt mér kjúklinga shawarma-vefju og þið svöruðu. Á endanum komst við að samkonulagi. Ég fæ 6 kjúklinga shawarma á 10.000 krónur. En ég vildi ekki eða 10.000 krónum þar sem ég hafði aldrei smakkað shawarma áður. Þannig að ég hringdi í nokkra vini til að hjálpa mér og ég ákvað svo að við þurftum að taka upp okkur smakka Alibaba shawarma í fyrsta skipti. Frá því sem ég hafði séð á Facebook síðan þeirra átti þetta að vera besti matur sem er fáanlegur á Íslandi og þurfti ég því að taka upp þessa upplifun. Hérna er ég nýkominn úr vörumiðlun og er að opna pakkan frá Alibaba. Í pakkanum voru, eins og Alibaba hefði sagt, 6 kjúklinga shawarma og þeim voru pakkað mjög vel inn. Auk þess voru líka Alibaba servíettur. Leið og ég opnaði pakkan fann ég strax ótrúlega góða lykt. Ég gat ekki beðið eftir að smakka. Alibaba shawarma sent í pósti? LOL! Hér eru við loks komnir til að smakka shawarmaið frá Alibaba í fyrsta skipti. Ég finn hvernig ég fæ fiðrildi í magann því ég er svo spenntur. Við tökum allir bita og oh my god, þetta er besti matur sem ég hef nokkuð tíma að smakka. Kjúklingurinn, sósan og kálið blönduðust fullkomlega í munninum á mér eins og eitthvað sem ég hafði aldrei upplifað áður. Ég króp niður á hné og fór að gráta. Þetta var fallegasta upplifun lífs míns. Ég gat ekki stoppað sjálfum mig. Ég fór út í bíl með ekkert nema veskið mitt þannig að ég geti keypt mér meira shawarma og keyrði til Kópavogs. Ég labbaði inn. Shawarma-lyktin í loftinu var unaðsleg. Ég pantaði allt á matselinu þeirra og borðaði þangað til ég gata ekki staðið vegna ofþyngd. Ég pantaði gistingu á hóteli og gata ekki sofið. Ég þurfti meira shawarma. Ég borðaði meira og meira og meira þangað til ég var orðinn staurblankur. Ég hafði ekki efni á einni lítilli vefju eða bensíni fyrir leiðinni heim. Ég byrjaði að selja líkamann minn fyrir pening. Ég gerði allt sem þú getur ímyndaðir og meira. Ég seldi bílum minn líka en í þetta skipti var ég ekki á hóteli. Það var alltaf dýrt og mikið af pening sem ég geti notað í shawarma. Ég sá á götunni fyrir og utan Alibaba. Ég borðaði og borðaði þangað til einn daginn vaknaði ég á spítala. Ég hafði borðað of mikið shawarma. Læknirinn sagði að ég mætti ekki borða meira shawarma. Ég var þunglindur. Ég gerði ekki neitt. Borðaði ekki neitt. Svaf ekki neitt. Svo dó ég. Endir.